Það ekki á hverjum degi sem útkemur viðtalsbók við íslenskan listamann. Jón Laxdal Halldórsson hefur verið nokkuð áberandi í íslensku listalífi, auk þess sem hann hefur samið og gefið út ljóð. Á sýningunni Úr rústum og rusli tímans á listasafni Akureyrar mátti sjá verk frá ferli Jóns og einnig ný verk. Í tengslu við sýninguna kom út bók Guðbrands Sigurlaugssonar Jón Laxdal sem ber yfirskrift sýningarinnar og hún þýdd á nokkur tungumál. Bókin ekki hefðbundin viðtalsbók. Textin bara unnin upp úr samtölum sem við áttum í vetur við Jón og það var miklu meira efni svo sem svona ákvað að búa til svona að hekla þetta saman og gera þetta ekki að of miklu og fá síðan góða menn til að þýða þetta til að gera hverið að einhverju aðeins meira heldur en bara tvíblöðungi, sko. Og mér finnst nú þetta hafa tekist bærilega, sko, svona þakkað þýðendum og prenturum og öllum sem hafa komið að þessu fyrir að gera þetta veruleika. En í viðtalsbók þá kemur spurning og svo svar. Já, það kemur aðeins fyrir í þessu en það ekki mjög mikið, sko. Það eru nokkur svör og allnokkrar spurningar. En þið talið að þetta sé bókverk? Já, það má eiginlega segja það að sko, gera þetta bara hlut. Þetta ekki sko, þögn eða neitt svoleiðis, þetta hlutur. En hvers vegna gefið þið bókina út á nokkrum tungumálum? Nú svo að þeir skilji sem kunna þau tungumál. Það geti ekki allir skiljið íslensku, ekki allir ensku. Fólk í Grikklandi það skilur grísku hvað best. En ég veit ekki hverjir það eru sem skilja þessa latínu best, það nú einhverjir gránar. En þið hafið til dæmis ákveðið grískuna? Já, það náttúrulega bara sögulega frægasta mál sem talað hefur verið á jörðinni held ég. Já, þeir voru nú miklir heimspekingarnir í gamla daga, sko, skrifuð og skrifuð. En þegar þú svona lítur yfir feril Jóns, eru þá klippimyndir sem að einkenna hans feril? Það sem mér finnst einkenna hans feril eru fyrst og fremst stafir, bara letur. Ekki hvað stendur endilega, heldur bara letur. Eins og flugur, það bara letur. Byrja allt á letrasetti, sko. Jón, hvernig finnst þér nú að þú sést komin út á bók? Það hefur nú svo sem gerst áður. Allir það breyti ekki miklu þá, allir það verði ekki svipað nú. Þú notar töluvert af stöfum úr klippur, úr blöðum og annað þvílíkt úr þínum verkum. Hvers vegna? Ég á nú ekkert svar við því hvers vegna maður gerir það sem maður gerir. En þú límir stafina á alls konar verk? Já. Það hefur nú einfaldlega æxlast svo. Verkum Jóns hefur oft verið líkt við naumhyggjustefnum. Jón lagði stund á heimspeki á sínum tíma og hann segir að það nám hafi líklega haft áhrif á listsköpun sína í gegnum tíðina. Já, ég ímynda mér það að þeir sem að reka nefið í heimspeki þeir verði ekki samir aftur. Þú með sýningu hérna þar sem að ferillin spannaður, verkin þín, svona, ef að þú sjálfur ættir að segja frá, hvernig finnst þér þau hafa þróast í gegnum áratugina? Svona kannski formlega séð þá hefur farið meira fyrir þrívíðum verkum og svona smá skúlptúrum og þess aftar, en ég byrjaði bara á einum fleti. Ég ætla að biðja þig að sýna okkur þá eitt verk sem í þrívídd og þar sem að kannski naumhyggjan kemur líka fyrir. Já. Mér dettur þá í hug hér naglaverkið á
vesturvegnum, segja. Það verk auðvitað ekkert annað heldur en bara naglar reknir í vegg og það, í mínum huga hefur það ekki neina tilvísun út í raunveruleikann eða neitt þess áttar. En þetta þrívídd minnsta kosti? Já. Þetta svona eins konar relíf, held ég. Ertu ánægður með sýninguna og ferilinn svona þegar þú sérð hann hérna á einu stað? Já, þetta svo lítið og pent hér.